Maður verður að hafa sig til fyrir þjóðina. Já, það er verslunarmannahelgi framundan, Jón. Það er með þig eins og Ólafur Ragnar Grímsson og fleiri háttsettarmenn að það þýðir ekki að koma órakaður. Nei, það er ómögulegt. Ég, til dæmis, ef ég þarf að fara í ég þarf sennilega að fara í samkvæmi sko eftir hádegi og þá dugir ekki að koma órakaður, sérstaklega ef maður ætlar að halda ræðu. Já. En það er kannski ágætt, víst að við erum hérna núna farið við hvað við ætlum að gera í þættinum í dag. Já, við ætlum að gera ýmis slíkt í dag. Ég er ekki með spegil, þannig að ég þarf að strjúka bara eftir hérna hökunni minni. Já. Þetta er nú ekki mikið. Það er nú ekki mikið sem ég þarf að raka. Það er nú ekki mikið sem ég þarf að raka. Nei. Tvíhöfði er í boði Marúts og Hapaþrænunnar. Marú. Mér finnst rosalega gott að borða hann sko bara hráan leið og hann kemur úr fiskinn yfir í borð. Já. Bara býta stórt stykki úr honum Ég er að velta þér mér, færðu þú aldrei þessa tilfinningu, Jón, þegar þú ert að raka þig? Já. Finnst þú aldrei vera búinn að raka þig? Það er alltaf eitthvað smottir í eftir hérna. Já, þegar ég raka mig með rafmagnsrakavél Já, þá færðu þessa tilfinningu, eða ekki? Já. Ég er með rafmagnsrakavél. En þegar ég er búinn að raka mig með góðri sköfu, þá hef ég á tilfinninguna að ég aldrei eftir að vaxa skegg á mér framar. En ég reyndar að verð með mig, ég kaup mér bara svona einnóta sköfur. Og ég þori aldrei, að raka mig neitt, mikið, ég er náttúrulega að raka mig, og næ að taka allt saman. En ekki alveg allt saman, það er alltaf smá skeggrót eftir, Það er vegna þess að ég er svo hræddur að skera mig, þessum einnóta sköfum. Kannst þú ekki bara að fá þér svona rakhníf? Já, það getur verið að er það málið? Ég held það. Fá þér bara svona stóran svona rakhníf. Skerð þú þig? Ég geri það stundum svona ef að oft ef mér líður illa ég langt niðri og svona.